Komið sæl og velkomin í þáttinn Nágrannar á norðurslóðum. Vorið komið hérna á Íslandi en þó vitum við aldrei hvenær von á næsta hreti svona rétt til að stríða okkur. En í þætti dagsins hittum við 5 íslenska fjallagarpa sem að klífa austurströnd Grænlands og við förum austur á Berufjörð og hittum þar 2 bændur og listamenn sem þar búa. En frá Grænlandi þá förum við inn í hinn magnaða Ísfjörð og við hittum leikkonuna Conny Kristoffersen sem hefur verið að leika í Finnlandi að undanförnu. Fimm íslenskir fjallgöngumenn lögðu af stað í leiðangur þann 27. apríl síðastliðinn frá Akureyri til Austur-Grænlands til Skoriskisunds þar sem ætlunin að fara í suðurátt, samtals 1200 km leið í 40 daga leiðangur. Allt þetta vel þjálfaði fjallgöngumenn með áratuga reynslu af fjöllum. Hugmyndin að ferðalaginu hefur verið að gerjast með þeim í 12 ár, allt frá því að þeir félagar fóru í skíðaferð á þessar slóðir og fengu útsýnisflug á heimleiðinni, þar sem þeir sáu þvílíkt landflæmi Grænlandi og hvað meira heillandi fyrir fjallagarpa en einmitt ósnortin náttúran. Fengum yfirsýn yfir mesta fjalllendi á norðurhveli jarðar. Svona ef heimalega fjöllin undanskilin og þarna var eitthvað sem við þurftum að gera og okkur langaði að ferðast í gegnum þessi fjöll og fara á þessi fjöll. Og þetta var 2005 eins og ég sagði hérna, 2004-2005, þannig að síðan liðin 12 ár. En í þessari flugferð þá ræddum við okkur á milli að þetta væri verkefni framtíðarinnar. En góður hluti gerast hægt og nú erum við á leiðinni. En þetta ekkert smá land, Grænland. Þú þekkir vel til þarna. Hvað svona heillandi við Grænland? Það eiginlega allt heillandi við Grænland. Það er ólíkt Ísland og öllu leyti. Þetta okkar næsti nágranni. Það örstutt á milli, en samt allt frábrigðið. Menningin frábrigðin. Landið, við erum með yngsta berg í heimi hérna á Íslandi og elsta berg í heimi þarna hinum megin. Og þannig að þetta gjörólíkur heimur. Og ég hef farið víða á Grænlandi og bara frá því ég kom fyrst og hérna fekk maður svona áhuga á Grænlandi og grænlenskri menningu og fleira þannig. Þannig ég held ég að við náðum að fara á nánast hvert byggt ból á Grænlandi. Það vantar nokkra staði inn á Nordavík og einhverja nokkra hérna bæi en ég svona farið á flesta bæi. Og hérna lesið mig til eins og ég hef hérna getað. Ég var með útvarpsþátt einn vetur þegar ég átti hérna erfitt með að lifa á leiðsögn hérna norðurslóðir og kannunarsöguna. Og hérna þannig að ég hef komið víða á Grænlandi. Togar það í mann þegar maður hefur einu sinni farið þangað? Já, ég held að þetta reyn og óspjöllun náttúra og sérstaklega austurströndin. Þetta ákaflega stórfenglegt land. Þannig að hugmyndin sem að kemur var að fara landveginn á milli Íkatókatómitt eða Skorisbusund og hérna niður í Ammarsvík héraðið og enda þar í litlu hérna fiskimannaþorpi sem heitir hérna Ísotok og kom okkur þaðan til Tassila staðarins og til Kulusuk þar sem við flugum til Íslands en þann flugmiða erum við ekki búin að kaupa það því að þetta vegalengd sem við ætlum að fara rúmið 1000 kilometrar en hvenær nákvæmlega við erum búin með það verður bara komið ljós. Og þarna eru skriðjöklar, stærstu skriðjöklar sem við erum að krækja fyrir í þessari ferð, Kantselúk fjörðurinn og jökullinn, að það 5-6 földun og hraða sem þeir ferðast hraðar heldur en gerðu bara fyrir ekki mjög mörgum árum síðan. Og Grænlandsjökull það svona ein mesta breytingin á norðurhveli á Grænlandsjökli. Undirbúningur fyrir ferðina hefur tekið góðan tíma. Við erum auðvitað allir undirbúnir undir þetta með fjallamennsku ferli hérna til margra ára. Byrjuðum örgulega allir ungir að fara á fjöll og erum kannski þess vegna undirbúnir. Og svo erum við búinir að þvælast mikið á drekkum núna síðustu árin. Túra upp á Sprengisand og upp á hálendi og hingað og þangað. Snýst að hafa svona aðeins umbæralendi, gafkvæmt líkamslegt hinna og lundafari og því öllu og Skúli hættur að drekka mjólk og heldur því fram að það dragi úr líkamslegtinni og svo hrjóta menn og ég hef verið í ferð þar sem að ég vaknaði á morgni og hundskammaði fyrir það hvað ég andaði asnalega þannig að það alls svona hlægileg smáatriði sem geta farið í taugarnar á mönnum svona þegar menn eru lengi saman. En við erum nú eldri en 2 vetur þannig að menn eru hafa farið í ýmsa leiðangar saman og passa upp á það að varðveita móralinn. En þú ert skyttan í hópnum eða hvað?
Já, ég var munstraður í það. Það skylda fyrir hópinn þegar við fáum leyfi og skráum okkur í ferðina. Og þá var það skylda hjá grænlenskum yfirvöldum að við séum með skráða byssu og hreint sakavottorð og öll þau gögn eru komin út. Og vopnið farið og skotinn og við vonum bara ég vona að ég þurfa að hlaða byssuna með þessu. Þetta verður svolítið spennandi en þetta viljum við helst ekki þurfa að hleypa af. Þá er kannski farið að vera full mikið návíi en þetta vonast við til þess að sjá íspinni og okkur skilst að það sé óvinni mikið það eða óvinni mikið á ferlu þessa myndir svona síðustu misserinn. Er eitthvað sem þið óttist? Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég er reyndar svo einu í hópnum sem ekki komið til Grænlands en við erum búin að fara hálendið þvers og krust þannig að það er engin blettur sem við höfum ekki farið á þessum dreikum okkar. Og auðvitað er þetta mikið fenglegri fjöll og allt það en snjór og jöklar er eitthvað sem við erum mjög vanir að ferðast en auðvitað eru jökulsprungur á skriðjöklum og það eina sem er nýtt fyrir okkur er ísbirnir með skosti. Það kannski má segja að það sem við óttumst mest er að fá engan vind. Af hverju er það skelfilegt? Já, við erum á dreggum og erum að nota vindin til að komast áfram og vindleysi þýðir að við komumst þá mjög lítið áfram. Þurfum hugsalega að fara að labba sem við viljum helst ekki og það að fá engan vind, það er svona það sem er erfiðast í þessum ferðum og þá reynir nú mjög á félagslega þáttinn og þá þurfa menn að fara að tala meira saman og samskipti aukast og það getur orðið mjög erfitt að vera í góðu veðri, sól og logni. Það eru svona erfiðustu punktarnir í svona kætferð eða flugdrekaferð. Arfiningarneq alianaalluinnartoq tupilaktuavil takornarissanik angallassisut angalaqatigivagut umiatsiarluta Greenland Board Charter angallassisartut ilaafigalutigit kangerluup iluanut narsapsermia sermersuaq takornariassallutigu aqqutaanilu uumasunik takuniaassalluta aquttuuveq Efram Frederiksen ukiut aqqanermarlussaat angallassisartoq takornariartitsisuullunilu Madina Martens ukiut marluk takornariartitsartutut aasa tamaasa sulisarpoq matruusiullunilu angallassinermi takornariartitsartoq narsapsermianut ingerlaarviorpungut narsapsermiatikikkiartornerani ituliamangit amerliartorput numingaani aallarutta tas иллоqarf tagutittarpara universitet aquluttuarisarpara Hans Ege Galalnan takkunnera upperisarput uumassusuut takussavu aqqutaani piffisimaasineran puisaqarpiarnanil arserarpiagil kisaatimissat mitit nail. Velkommen til Isfjorden. Jeg har ikke været så tæt på før. Vi er omkring 4 kilometer fra selve gletsjeren. Det er en del af indlandsisen. Som vi kan se, det er en tidevandsgletsjer. Det vil sige, den er på vandet, og det er en kælvende gletsjer. Så den producerer masser af isbjerg om sommeren, når det bliver varmere. Gletsjeren, den er 4 kilometer lang, eller bred. Så er den omkring 100 meter over vandet. Så er der det dobbelte også under vandet. Sermersuup sinaani motorit qamillungit uningaarpugut nipassuaq sermersuaq saallugu nerivungut qaterallit tuttut qallersuusiullugit Det er sort is. Også den der for eksempel. Den er lidt for tynd, måske. Men den indeholder rigtig meget luftbobler. Okay. Jan Brink Frederiksen, den makkimi vi boimingaannersoq sudeqatikunni peqatigatugu nuummut takornariarlutik angalapput kadaallit nunaallu nunanitikittagaanni niaforussarifaat. Fantastisk. Vi var så heldige, fordi vi har haft nogle dage med meget sne, så
Det her det er jo noget helt andet. Solskin og så sidde her i stillheden. Annette Krinka rammatit pingasutsaana napparsmavianni versiatut sudisimafor. Kadallit nunaanullu peqqaarami puunaattussisimafor. Da jeg gik på arbejde, der var det jo mørkt, og der var det sne, og der var det helt tyst og stille. Og så mødte jeg nogle mennesker på gaden, og så sagde de godmorgen. Og det skrev jeg hjem til min familie om, og mine venner, fordi det er helt usædvanligt. At folk, man møder på gaden, man ikke kender, de ønsker en godmorgen. Utimut sissarsinerlugu ingerlaarpungut tuttunik qinaasilluta. Tuttunillu sissamiittunik takuvugut. Innajuattoq aqusaarparput timmissat ineqarfiat alakkarterlugu tamaanit timmissat assigiingitsut ineqarput. Qornu illui ilisarmarsiartuat ila ifa Qornu illui ilisarmarsiartuat Qornor takulaariarlutigu sermitsiap sermia alakkarterparput. Taamaadilluta nuuk kangerluannut takornarialaaq. Einhvern veginn að vera bara að búa inn í einhvern veginn miðri náttúruparadís, þannig að maður lappar einhvern veginn út og fær svona bara tekur andköf bara wow. Að það hérna einhvern veginn, já, maður fær rosa mikið kraft úr því. Listamennirnir og bændurnir Svavar Pétur Eysteinsson og Berglind Hessler létu drauma sína rætast þegar þau keyptu jörðina Karlstað í Berufirði, en þar hafa þau byggt upp ferðaþjónustu og matvælaframleiðslu, auk þess sem að menningin fær sinn stað. Bæði höfðu þau búið á höfuðborgarsvæðinu alla sína tíð fyrir utan stuttan tíma á Seyðisfirði. En af hverju sveitalífið? Ég spyr mig að því á hverjum degi, hvað ég að gera hér? Jú, við einhvern veginn byrjaði þetta fyrir einhverjum árum síðan sem eitthvað svona draumur að fara og rækta grænmeti og framleiða vörur úr þeim og stunda eitthvað konar menningarstarfsemi, tónleika og húlumhæ og svona til að gera langsögu stutta þá fundum við þennan fína bæ hérna á Austfjörðum í Berufirði og settust hér að og byrjum að láta draum okkar rætast. Þetta bara búið að vera algjört ævintýri, rosa mikið vinna náttúrulega, en það þetta bara gott samfélag sem við búum í hérna og við höfum fengið mjög góða móttökur og það ótrúlega gaman að vinna bara frá morgni til kvölds að áhugamálum sínum. Það einhvern veginn algjörlega ómetanlegt og að vinna fyrir sjálfan sig. Það bindandi en á sami tíma frelsandi. Matvælaframleiðsla Berglindar og Svavars hófst á bulsunum sem eru íslenskar grænmetispilsur úr lífrænt ræktuðu íslensku bankabyggi og öðrum úrvalsráefnum. Í dag framleiða þau einnig snakk úr gulrófum og grænkáli sem ræktað og full unnið á Karlsstöðum.
Það greinilega mikil eftirspurn eftir íslenskum fullunnum vörum. Við finnum það og það mikil eftirspurn eftir snakkinu, ennþá framleiðslan, hún hefur verið svona hún ennþá frekar hæg, en nú erum við að breyta svolítið framleiðslunum, þannig að nú ættum við að geta framleitt miklu meira. Og bulsurnar, þær eru alltaf salan á þeim með ári hverju. Það ekkert íslenskt snakk sem unnið úr íslensku grænmeti. Það unnið úr innfluttu kartöflumjöli, það sem til á markaði. Þannig að þú veist, þetta bara tækifæri, og líka gott að nota grænmeti sem auðræktanlegt hérna á Íslandi og líka að gefa þessu hefðbundna grænmeti sem við erum vön, þessu róf og grænkál, eitthvað annað líf. Þú veist, það er að gera svo margt annað heldur en við erum kannski vön. Það ekki bara með saltkjötinu. Aðeins eru 2 ár liðin frá því að þau Skötjuhú fluttu með fjölskyldunni í Karlsstaði og hafa þau áorkað ótrúlega miklu á þeim tíma. Þau byrjuðu á því að gera íbúðahúsið upp, þá gamla bæinn þar sem þau eru með gistingu, fjósinu var breytt í snakkgerð og hlöðinu í veitingastaðinn og viðburðavettfanginn Havari sem opnaði síðastliðið vor. Það var rosa gaman að fá listamenn til að koma og kannski vera í 2-3 daga, gefa þeim bara vel að borða og góð rúm og þannig að svona slaka eins á og sumir voru í viku kannski bara fyrir og eftir. Þannig að þetta verður kannski svona gera svolítið úr þessu. Það kannski líka markmið með þessu að listamenn eru oft kannski á þönum í tónleikamennsku og hoppa inn og út. Og þetta það líka allt í lagi, en það líka gaman að koma og slaka á og nýta tíma og kannski taka eitthvað upp og þess að halda tónleikana. Og svo fannst mér þetta líka samin að þetta svona sveitina, bara brjóta múr, það stundum rígur milli Djúpavogshrepps og Breiðdalsvíkur og mér fannst svona bara einhvern veginn, við erum einhvern veginn mitt á milli og fólk kemur og hittist og bæði líka bændur í sveitinni koma svona að bera saman bækur og taka stöðun á heiskap og svona. Og það ekki síður skemmtilegt að bara það einhvern veginn að koma í kvöldkaffi hingað og ræða málin. Það bara ótrúlega gaman. Við getum haldið tónleika út í Raskati með fullu húsi miðjan vetur. Það er náttúrulega mikil meðgjöf. Það sem hjálpar líka við að gera þetta svona ánægilegt og að góðum stað til að búa og einmitt hvað það mikið af frábæru fólki að gera skemmtilega hluti. Þannig að það alltaf, þú veist, þegar okkur langar að vera neytendur einhvers staðar, þá bara svo margt í boði og við erum rosa duglega að fara í önnur bæjarfélög og fara helgar og gista einhvers staðar og taka þátt annars staðar. Af því að eins og ég segi, það eru bara einhvern veginn snillingar í öllum plásum hérna. Hvað skildi vera framundan hjá Karlsstaðabændum? Verkefni framundan að ná utan snakkframleiðsluna og koma því svona alveg rækilega á kortið. Já, og svo bara að spila og svo kannski förum við í sumarfrí í janúar, hver veit. Svo opnum við eftir Havari 1. maí og þá erum við opið alla daga Og það líka svo skemmtilegt við þetta svo fjölbreytt og við lifum svo með ástíðunum, þannig að það svona hver ástíð hefur sitt verkefni. Og núna erum við svona fyrir að líða að lokum uppskeru og þá fyrir að taka svona öflug framleiðsla við og svo kannski eins og ég segi slökum við aðeins á í janúar og svo höldum við áfram og svo miðar þetta þá fyrir við að undirbúa sumarið með bæði viðburði og svona matselt og fleira og svo auðvitað bara þarf að fara að plæja og allt þetta. Þannig að þetta svona, mjög fjölbreytt. Moi, nimeni on Connie. Connie Kristoffersen nunnetta isiginnaartitsarfiani 2016 nimi isiginnaartitsartutut naammassiva tamattumakiorna kadaallit nunaata TV-yanni annufiungimi saqqummiisartutut sutiva qaammatillupingasut tissiinparimingaanniik aapriilitikillugu Finlandnimi Helsinki meeqqammerpo isiginnaagassiaq Arctic Odyssey peqataaffigiartorlugu isiginnaagassiamillu ilitsersuisuufoq yakkulaati isiginnaagassiaq nunat isiginnaartitsarfiata Roska Ensemble Finlandnimi isiginnaartitsinermik ingerlatallit
Finlandnimitu nationalteateri sudeqatigillutik isiginnaagassiaq pitersippaat isiginnaartitsuullu sisamaaput kadaallit nunaanniit kooni Finlandnermiorni pitersuusiortartoq ataase Ruslaannimi tukoqqamingaanneersoq Finlandnimitu saameq peqataalluni ассиингитсут имаривагут пингаарнэртут уагут инуттут оқалуттуассартагут нунани аваннарлерни таакку инуунерпут qanu innersoq meeraanitsinningaani kikkuuvugut taavalu sammisat assiingitsut soorlu silaannaa kissatsikkiartornera uagutsinnoqanusunniuteqarpa assigiissutigut assiingissutigut oqaluttuassartatsinni ilaatigu soorlu imminu toquttarneq assigiissutigivarput nunani assiingitsuni ngaaneeraluarluta kisiannilu aamma qaangerneqarsinnaasut tamakkua aqqutaangikkaluarlutik taakkua eqqartorpagut takutippagut isiginnaartitsissusiarallutigillu sungiusarnitsinni pikkunartorsiorsuataarpunga qiasaqattaarlunga ilaatigu aamma oqaatsinut tungatillu paatsoqatigiinne aqqinniarnera unaana pigiga kalaallisut ingammisoorlu sammisat aaliangersimasu eqqarsaatigalugit qivittusuunersoq paasitinniarsuataarpakka ilaatigu soorlu imma aliortukkatu taagulerpaat naame taamaangillar taannaangitsoq isiginnaagassiap ingirlaneraniikkooni pikkunartorsiortarsimangaluarlunit nuannisaartaqaat takusassarsiornerillu illoqarfimmi ingirlattarlugit pisuttaqaan kalaalissigunarlunga pussersinnaagunaraluarlunga imaluni taakkua qimuttuitsuusanguanu Trumpinut ilaasarsinnaagunaraluarlunga pisussuartarpunga alungulaartuinnangorlunga isiginnaagassiap suliarinerani nipitersuutissatik namminnersuliarivaat improvisasioni atorluutas pilersaarusiungikkaluarluta takkuttut nassаарiniarsarisarlutiginnipit atorlutigillu isiginnaagassiami takutinniarneqarpoq isiginnaartittisut kinaassusaat misigisimasaallu koonillu kalaateqqanu ittuunersoq nassaariniarsimavaa sunaana takorusukkissi kalaaleq ilissinnu suuwa uannut kalaaleq suuwa taanna nassaariniarnera ajornakusoortinnikuuara taava аллат калаалиунгитсу таакку isiginnaartitseqatimma suleqatimmalumi аама тааккуа кинаассусаат культуриат такориаракку таасаниллиуссиннаанерулерпунга имминут ассиингиссутаалу такуллуарсиннаанеруллугит isiginnaagassiallu suliarineраник калаалеққанеқ иттуунерсоқ иниссиссулерсимаваа калаалеқ арлаатигут иммитсиннут qanilaartutut misigivara kalaaleqatigilluta taavalu aamma kisianni assigiissuterput kalaaleq pingortitamu qanittoq atortuni immaa pingartitsivallaangitsoq kisianni nunamu qaninnerullu soorlu uumasunut inooriaaserput naak massakku qallunarnissinnaagaluartoq kisianni sulitaanna uterfigiuaannartariaqarpasitarput kinaassuserput inuyaqatigilluta kalaallisut kinaassuserput nanissagutsigu uteqqittariaqarpasittuaannarne qanilaassuseq ikittunguugaluarluta ataatsimuussuserput taakku ujartortuaannarnissaa pingaaruteqarpasittoq paasivara isiginnaartitsiffiat inunnut 150 sinut inissaqartoq nittaneriarlutik isiginnaartitsipput
Isiginnaartittinerlunnaammassimmat kooni tulluusimaaqaaq. Tiulluarneqangaarmat nakataatiutaakkua pikkunartorsiornikka akileruussuarput tulluusimaarninngorlutik. Við þökkum ykkur áhorfið á þáttinn að þessu sinni en þess má geta að þessi þáttur einn vinsælasti þáttur hér á N4. En hafið það sem allra best og verið sæl.